Komið sæl aftur. Tvö ungmenni af erlendum uppruna sem fluttu til Suðurnesja ungað árum hafa að undanförnu sagt grunnskólanemendum frá reynslu sinni að hafa stundað íþróttir og hversu góð leið það hefur verið til þess að tengjast samfélaginu. Filoretta Osmani hefur búið á Íslandi frá fæðingu en foreldrar hennar voru flóttamenn sem komu frá Kosovo. Við hittum stúlkuna og spurðum hana út í íþróttirnar og hvernig það hefur verið að alast upp á Suðurnesjum. Jæja, Filoretta, segðu mér aðeins, hvernig komst þú til Reykjanesbæjar? Ég sem sagt fæddist árið 2003 og við vorum fyrst búsett á Akureyri. Og mamma og pabbi komu hingað til landsins alveg fyrir 25 árum sem flóttamenn þegar stríðin alltaf byrjaði í Júgóslavíu. Og við komum sem sagt frá Kosovo, síðan 2009-2010 þá fluttum við hingað til Njarðvíkur og við erum ennþá búsett bara hér á sama stað. Og hvernig hefur það verið? Það var alveg smá breyting sko, náttúrulega fyrstu 6 árin voru fyrir norðan, síðan komum við hingað og nýjir vinir og allt það, en bara ekkert eitthvað sem mér finnst neikvætt, bara allt. Í góðu lagi? Já. Og hvað, fórstu í leikskóla eða varstu komin í skóla? Nei, ég var strax í fyrsta bekk. Já. Og í hvaða skóla varstu? Ég var í Njarðvíkurskóla. Innan alla grænu Njarðvíkingana? Já, já. Hvernig var það? Bara strax leiðum að kom, þá bara körfubolti, fótbolti, íþróttir. Maður fann strax fyrir þessu. Já. Hvernig gekk þér að eignast vini? Mjög vel, það tóku bara allir manni með bara opnum höndum sko. Það var ekkert eitthvað. Þú var ekkert fundið fyrir því svona í æskunni að þú væri útlendingur, innflytjandi? Nei, alls ekki. Ég hef ekki fundið fyrir því. Auðvitað, jú, það kom alveg þegar maður tengist vinum, þá náttúrulega koma svona djókin á milli og allt það, en það var ekkert eitthvað sem satt innra með mér, ég fann alls ekki fyrir því. Ertu ekki búin að skoða þessa sögu með stríðið og annað? Ég hef alveg, þegar ég var yngri þá hef ég náttúrulega alveg lesið það og maður lærði það alveg í samfélagsfræði í skólanum, en svo hef ég náttúrulega bara, mamma og pabbi hafa sagt mér mjög mikið þegar það byrjaði 1994, minnum mig, byrjaði eitthvað svoleiðis, og þá voru náttúrulega bara flestir náttúrulega að reyna að koma sér bara úr landi og búsetja sig bara alls staðar út allan heim. Þannig að þið eru ánægð að hafa komist til Íslands? Mjög, gríðarlega ánægð. Já, já. En segðu mér aðeins frá þér, hvernig gekk skólagangan og bara gaman í Njarðvíkurskóla? Já, auðvitað, þetta bara, ég kom inn í fyrsta bekk og það var bara strax sem ég eignaðist vini og vinkonur og síðan bara hélt þetta áfram í 10. bekk, þetta var bara betra og betra og síðan byrjaði ég í íþróttunum, byrjaði í körfubolta í 3. bekk, tók síðan samt alveg 1 ár í fríi, tók smá pásu inn á milli, byrjaði samt aftur og hélt áfram þangað til 10. bekk, en síðan þurfti ég að hætta vegna náramisla sem voru að trufla mig mjög mikið í íþróttunni. Og það var það sem ég myndi segja bara, kannski ekki beint bjargaði mér, en hjálpuði mér bara mjög mikið. Það var að komast í íþróttirnar og þar tengdist maður vinum ennþá meira bara og var alltaf með þeim náttúrulega og bara minningarnar og allt þetta. Þetta var bara miklu stór hluti sem bættist við. Þannig að þú ert á því að íþróttirnar hafi hjálpað þér mjög mikið að eignast vini og svona bara aðalagast? Já, akkurat, og ég meina núna bara í framhaldsskóla sem ég í Versló þá var ég fyrst alveg bara ok, er einhver annað sem ég mun þekkja, en síðan bara ég keppti á móti henni og hún í Haukum. Það er náttúrulega bara íþróttin, þetta er svo vítt og breitt að þetta hjálpar manni bara á ýmsum vegum. En þú ert með mjög góða sögu úr íþróttunum og hvernig þú hefur svona, ánægð með þá þróun sem hefur á sér stað að eignast vini og vera að keppa og öðlast sjálfstraust og allt þetta. En hvað segirðu mér af ungmennum í dag sem eru innflytjendur hérna á svæðinu, mjög mikið af fólki? Hvað þarf að gera? Nú ert þú í þessum að kynna þetta með Magic Baginski, sem þið eru að kynna fyrir ungmennum í grunnskólum í Reykjanesbæ, hvað þetta sé mikilvægt og auðveldar ungmennum að ná tengingu við og eignast vini og annað. Ertu með eitthvað ráð svona fyrir unga fólkið?
Já, sko þegar við vorum bara núna fyrir nokkrum dögum þegar við vorum að kynna þetta þá náttúrulega reyndi ég að taka svona persónulega sögur og reyna svona ná athyglinni krakkana og vera bara já, ok, ná athyglinni hjá þeim með svona sögunum sem ég hef bara sjálf lent í. En það sem ég myndi segja er kannski stærsta vandamáli er að ekki beint foreldrarnir en foreldrarnir eru kannski þau sem eru fluttingar, þau eru kannski ekki beint að pæla í því að senda krakkana strax í íþróttir, þau eru fyrst að reyna náttúrulega bara að koma sér í gang. En það er líka bara svo margt sko, sem margir vita ekki eins og til dæmis hvatagreiðslur. Það eru mjög margir sem vita ekkert að maður fær borgað tilbaka ef barnið manns er í íþróttum og líka bara það er náttúrulega alltaf styrkir sem er hægt að fá hjálp frá ef eitthvað er bara sem maður getur ekki alveg, náttúrulega bara ef foreldrar geta ekki borgað eða eitthvað, það er náttúrulega alltaf einhvers staðar sem hægt að sækja hjálp en ekkert allir sem vita af því.